Að norðan heimsótti í vor Birgit Kosicka á syðri Kárastöðum skammt norðan við Hvammstanga en hún eini kanínubóndinn á Íslandi sem ræktar kanínur til manneldis. Frá þessari heimsókn okkar hefur mikið gerst hjá Birgit. Hún hóf reksturinn fyrir 4 árum þá með aðeins 4 kanínur. Nú eru kanínurnar orðnar 400 en það kostaði mikla vinnu og fjármuni að fara úr 4 kanínum í 400. Nú svo komið að fjármögnun á búinu hefur gengið illa undanfarið þar sem afköst eru enn ekki í samræmi við kostnaðinn. Birgit hefur því hafið söfnun á Karolínafönd til bjargar búinu. Þegar ég byrjaði var ekki kanínukjött á markaði, það var meira eða minna óþekkt sem kjötttegund og það var engin markaði til og þegar ég byrjaði að tala kanínukjött så var nu frekar sagt med at man border ikke viner sin. Så breytast svolítið. Og núna staðan að fólk mjög forvitin að borða kjöttið. Så nokkra íbúa á Íslandi sem með erlendis uppruna. Så þeir með áhuga að borða kanínukjött. Og það sem líka núna að margir Íslendingar búin að fara á Kanari og búin að smakka kanínukjött þar. Og það sem svolítið spennandi, ungu kokkur margir sem lært eða bara farið erlendis til að læra að kokka þar. Og þeir mjög spennt að nota kanínukjött mitt sem innlend vöru. Þeir sekki kanínukjött að utan og kanínukjött gott kjötttegund til að búa til mat og sennan og þessi ungu kokkur mikið áhuga að nota innlend vöru en samt valkostu og það nú gott fyrir mig. Og þínir viðskiptavinir, það aðalega veitingastaðir eða einmitt fólk svolítið að sækja í þetta bara fyrir sitt heimili? Já, það hingast til frekar veitingahús. Það líka út af því að ég get bara að selja heilandskrokku hingað til. En það eitt búð í Reykjavík, matarbúrið út á Granda. Þau með kjöttvinnslu líka. Þau að selja kanínukjött mitt líka niðurhlutat. Og svo byrja að einhver ringja í mig að skrifa með tölvupost og panta ein kanínu svona privat. En rekstrarhliðin, það hlýtur að vera svolítið flókið að vera eini kanínubóndinn á Íslandi? Jú, en það gefur mér líka tækifæri að rekstra kanínu til manneldis eins og mér finnst það rétt. Så það líka tækifæri fyrir mig. En já, það erfitt, sérstaklega að fá leyfi allt og sérstaklega, ég meina núna breytast það líka en í byrjun þegar ég byrjaði að tala og var ekki með dæmi af kjöttið. Það var það svolítið erfitt að fá áhuga, að fá fólk að byrja að hugsa að það gæti verið svona landbúnaðargrein. Það breytast núna. Þannig að Íslendingar orðnir svona aðeins opnari fyrir þessu sem bara hverju öðru kjötti? Já. Og líka finnst mér að það breytast líka með að vera áhuga að hafa meira valkosti, ekki bara kanínukjött, líka á öðrum. Og kanínukjött, hægt að elda það á marga mismunandi vegu? Já. Kanínukjött ljóskjött og með svona fínbrakt, en svo kanínukjött sóli svolítið mikið af kryddtegund. Ég meina kanínukjött verður borðað út í heiminn hvað sem Svo, já, núna líka á Íslandi. En þrátt fyrir þessa auknu eftirspurn sem nú hefur orðið, þá ertu farin af stað með svona söfnun á Karolínafönd. Hvað það nákvæmlega sem að þið vantar og þar sem þú ert að safna fyrir þar? Já, veistu það núna 4 ár sem ég byrjaði með þessi alveg nýtt verkefni, bara til að rækta undaneldishóp, tók sin tíma út af því það ekki hægt að kaupa undaneldisdýr. Það þarf að rækta sem sjálf. Ég byrjaði með 4 dýr og til að koma frá 4 dýr í 30, það tekur sin tíma. Að koma frá 30 dýr í 100, það minna mál. En þess vegna tók það bara 2 ár til að komast í góðan undaneldishóp.
man getur ekki nota hvert og einasta kvendýr í ræktun. Og svo tók langan tíma að fá leyfi til að slátra kanínu. Það á að vera slátrat í viðurkennd sláturhús og það á að fara undir eftirlit dýralæknisinn, en til að fá sláturhús til að sækja leyfi í kanínuslátrun, það var nú frekar langt og erfiðari veg. Og allt þessi tíma sem þurfti að fjárfesta, ég meina kanínu getur man ekki sett í hyllu bara þangað til að meira penning til. Þeir þurfum að fá umönnum, þeir þurfum að fá að borða, gott að borða, og bara að innrætta þessi hús kostaði mikið. Så það var allt fjárfestat hingað til með styrk og líka lán frá bankanum í gegnum atvinnu með kvenna, en þessi styrk og eigin penning líku eftir ákveðin tíma. Og núna nákvæmlega staðan að reksturinn enn ekki komin á svona fjöldi af sláturdyr að fyrirtæki myndi standa undir kostnaða. Og það kannski svona 6-8 mánuða sem þarf að fjárfesta til að komast á þennan tímapunktu. Og svo líka annað, ég ein í daglegu rekstur, þrátt fyrir auka eftirspurn, þarf að fara í því að gera markaðsaðgerðir. Ég meina, best væri ef ég get nota núna kjötið að fara bara til ýmislegt veitingahús og sýna bara vöru. En ég bundin að gefa kanínu. Svo það tekur sinn tíma. Það í minnsta kosti 6-7 tíma á daginn sem umönnum kanínu tekur, án að gera einhvers aukalega. Så það einhvað sem svolítið þröng núna, og það vantar þessi penning til að yfirbryggja, til að komast yfir þessi 6 mánuða. En ertu þá líka kannski að leita að einhverjum samstarfsaðila, einhverjum sem gæti séð þessi markaðsmáli eða þess að það? Það væri nú best. Best væri að finna einhver aðila sem með reynslu að vinna kjötið, sem kannski að dreifa kjötið, sem getur meðhöndla kjötið. Þannig að það nóg af tækifærum þarna á markanum, en það bara vantar fjármagn og kannski fleiri aðila. Já, ég mjög bjartsýn. Ég meina, það líka, kanínukjötið líka holdt kjöt. Það proteinríkt og ekki mikið fítu í, það meira og meira fólk sem hugsa þannig. Kanínukjöt hefur tækifæri á Íslandi, og oft kemur það fyrir að innlend varan alveg nýnæmi. Það örugglega ekki margir kjöttegundir til sem man getur framleiða á Íslandi aukalega. Svo ég sé alveg tækifæri fyrir kanínukjöt og fyrir fleiri bændur og líka fyrir dreifingarfyrirtæki að vinna í því og fá líka sinn penning. En í kjölfar þess að þú ferð af stað með þessa ræktun og svona þetta verður aðeins meira opið og fólk fyrir að kynna sér þetta, þá hafa líka kviknað einhverja gagnrýnisraddir, eitthvað fólk sem að gagnrýnir aðbúnað og annað. Hvað hefur að segja um það? Já, mér kom það svolítið óvart, vegna það núna í samband með þessi Karolínafund kom líka, svona nokkra röð sem gagnrýna, en það sem mér kom óvart, það ekki fólk sem kannski svona vegetarier og langar ekki borða kjöt, eða fólk sem með kanínu sem gæludýr. Ég meina að þið ætla ekki að borða kanínukjöt, það einhvað sem ég skil vel. Það sem gagnrýnað núna hvernig atferð af ræktun fer fram hjá mér. Og ég líka svolítið hissa að það fólk sem kom ekki einu sinni hingað til að skoða aðstöðu. Ég meina, þegar ég byrjaði var fyrsti áhuga að rækta á vistvænan hátt. Svo dýrin mínum hefur nóg pláss til að hreyfa sig, og þeir sitja ekki á einhvers vírnet, ég sitja ekki einu sinni í svona minka eða reyfubúr, vegna mér finnst það rangt. Svo ég var smíðað aðstöðu, stíu,
sem ég held að þau henta vel undir dýrin. Og það einmitt svolítið skemmtilegt, þú ert búin að setja hérna upp inn í eina stíuna sem býsna rúmgóð, ertu búin að setja inn gæludýrabúr og það svolítið mikill munur þar á. Já, ég get alveg sýna það, mig langar að sýna munur milli hefðbundin gæludýrabúr sem notað mjög mikið og mínu stíu. Svo endilega sjáu bara. Ég mjög mikið að hugsa dýrin, så mér kom það mjög óvart að fólk að gagnrýna artstöðu án að hafa séð það.